kominn Guðjón Friðriksson sem heiðursborgari Reykjavíkur. Til hamingju með það. Takk fyrir. Þetta mikill heiður. Já, það það nú líklega. Það ekki margir sem hafa fengið þennan. Nei. Lykil á borginni eins og það myndi heiti í Ameríku. Nei, ég held að ég sé svo 9. í röðinni. Já. En þetta hefur nú verið þetta, eins og fyrsti var held í 1961, séra Bjarni Jónsson. Og svo hérna var Kristján okkur Sveinsson, ég veit nú ekki af hverju það var augnlæknir. Svo var bara ekkert í hálfa öld. Já. En svo núna held ég sé svo 7. eða 5. eða 7. núlifandi sem í. Og þetta svona fólk eins og Vigdís Finnbogadóttir og Já. Björk Guðmundsdóttir. Já, já. Mér segja Jóko Ono. Jóko Ono og Friðrik Ólafsson. Já, já. En þetta mikill heiður að vera hissa. Já, ég var mjög hissa. Já. Þetta kom mér alveg að opna skjöldu. Já. Ég fekk símtal frá Grænlandi, það var Heiða Björk, borgarstjóri var þar og það var eiginlega svolítið skrítið samtal. En hins vegar passar þetta vel við þig því að þú ert náttúrulega búin að vera að fjalla Reykjavík. Já, ég er búin að... Ekki eingöngu en næstu því meira og minna. Já, það eiginlega hófst nú, ég er nú með reynda BA-próf í sagnfræði og íslensku og það eiginlega hófst svona fyrir alvöru minn rithöfundaferill með því að mér var falið að skrifa hlut af sögu Reykjavíkur. Eggert Þór. Já, Eggert Þór. Og síðan bættist reyndar Þorleifur Óskarsson við seinna. Ég skrifaði tímabili 1870 til 1940 sem kom út í 2 bindum. En ég var reyndar áður, ég var náttúrulega blaðamaður í 10 ár. Þjóðviljanum? Á Þjóðviljanum, já. Og ég sá nú Sunnudagsblaðið í 4 ár þar og ég var alltaf eitthvað, ég skrifaði bæjar allt reglulega í blaðið og var ofta fjalla eitthvað sögur Reykjavíkur og svo var ég með viðtöl í útvarpinu og einu sinni var ég með flokk sem ég kallaði Reykjavík berskuminnar. Talaði við fjölda einstaklinga bersku þeirra í Reykjavík. Það kom síðan út á bók. Þannig að ég var svona mikið á kafi þessu, enda ég náttúrulega fæddur í Reykjavík og uppalinn í Reykjavík. Og sennilega dæmi gerður fyrir mína kynslóð því að foreldrar mínu kom utan á landi. Og ég gerði það nú á ganni mínu að ég fór í íbúaskrá Reykjavíkur 1953 þegar ég var 8 ára og skoðaði fæðingarstaði fólk sem að bjó í þessu fjölbýlishúsi sem ég var í. Eins og fólk gerir. Já. Og þá og næstu, þetta eru svona 4 fjölbýlishús þarna á Barónsstíg og Leifsgötu. Og þá kom í ljós að næstu 90% af öllum 30 ára eldri voru fædd utan Reykjavíkur. Þannig að þetta var sérst alveg sannkölluð innflytjenda borg. Og kannski fólk svona þínum aldrei, það eru svona stóru hópanir sem eru fyrstu Reykjavíkandir. Já. Áður var þetta kannski... Svo snerist þetta við með 12 ára yngri, þar voru 90% fæddir í Reykjavík En svo vorum við flestir jafnaldri mín og við fórum í sveit, þannig að það voru náttúrulega mikil tengsl áfram við sveitinnar Reykjavík svo ung borg þetta bara ný borg með við borgir í Evrópu. Alveg splungun í og bara innflytjenda borg alveg fram á síðari áratugi og kannski ennþá. Þú nefndir svo Reykjavíkur. Mér minnir að hún hafi vakið nokkra mikla athygli. Þátt vera svona annars konar sagnfræði. Já. Hvað var Við eiginlega settum okkur það mark að skrifa hana svolítið svona neðanfrá, ekki segja ómikið stofnanasaga. Eða höfðingjasaga? Og ekki höfðingjasaga? Nei, ekki höfðingjasaga, heldur bara að segja frá fólki í Reykjavík og svona almennt Og þessar bækur, þær seldust alveg gríðarlega vel og vöktu mikla athygli og ég fekk mér þessi íslensku bókmenntaverðlaun fyrir fyrsta bindi af mínu verki. Þannig að, já, þetta var vel heppnað og þetta náttúrulega kom mér af stað. Síðan hef ég bara fengist við ritstörf. Var þetta í tilefni af 200 ára afmælinu? Já, þetta var í tilefni af 200 ára afmælinu. Það var nú reynda búið að ákveða nokkrum árum fyrr að gera þetta og Páli Líndal var falið þetta en
það var nú ekkert úr því. Þannig að 1985 ári fyrir 200 ára afmæli þá var okkur Eggert og Bennasinni falið að gera þetta og síðan bætist Þorleifur Óskarsson við og þetta fyrsta bindi kom út 1991 og það var eftir mig sko. Og síðan komum við hérna næstu ár hinn bindin. Var það sérstakt að meiri hluti sjálfstæðismanna fengi blaðamann á Þjóðviljónum til að? Já, ég hef nú stundum verið að hugsa sko að þetta hefur náttúrulega Davíð Oddsson sem þá var borgarstjóri þurft að samþykja þá sem að skrifuði og hann samkvæmt þessu þá réði mig bara beint á Þjóðviljanum sem var svolítið merkilegt en hann var nú svolítið þannig hann var ekkit endilega að þó hann gerði það náttúrulega líka að ráða bara einhverjum sjálfstæðismenn en ég hef sennilega vakið athygli fyrir skrifin mín í Þjóðviljan borgina sko og reyndar líka í útvarp og Þú ert ennþá í svolítið svona blaðamennsku umfjöllunum borgina á Facebook þar sem að þú birtir svona myndir af húsum. Já. Reyndar ekki bara í Reykjavík. Nei. Út allt land. Já. Og segir svona, þetta svona á mörgum blaðamennsku og sakfræði. Já. Þetta var nú bara einhverju byrjari sem byrjaði á þessu fyrir allmörgum árum og síðan ég hugsaði með mér það er svo mikil neikvæðni á netinu og í Facebook að best að vera með eitthvað jákvætt og það var nú eiginlega svona ég ætla nú bara að gera eitthvað smávegis að þessu til að byrja með en svo bara var þetta mjög vinsælt og þetta urðu allmargar seríur ég held að sé komin í 300 hús og kannski held ég áfram svona. Hvað er gamall? Ég er 81 árs, fæddur 1945 og í fullu fjöri? Já, ég hef bara guðsílof haldið heilsu bara nokkuð vel og maður náttúrulega finnur að maður er ekki eins orku mikill og maður var, þreytist fyrir en ég hef bara haldið nokkuð góður heilsu og með að ég held heilsu þá nenni ég ekki að hætta að gera eitthvað. Og ertu að skrifa bók? Já, ég var nú eiginlega búin að ákveða sko alveg að taka ekki að mér neinn verkefni sem ég var beðin bara heldur en að skrifa eitthvað sem ég langaði til sjálfur en svo hafði samband við mig Þorsteinn Bergsson í félaginu Minjavend sem er að gera upp hegningarhús í Reykjavík og hann vildi að ég skrifaði sögu hegningarhúsins þar að segja Hjörleifur Stefánsson skrifa byggingasöguna en ég svona mannlífssöguna og þetta var ómikið freisting fyrir mig þannig að ég hef verið að þessu undanfarið. Og þarna var alls konar starfsemi? Já, þetta var nefnilega ekki bara tukthús sko. Þetta var eiginlega ráð og dómhús Reykjavíkur og oft kallað bara þinghús. Því að þarna var sem sagt það er nú tekið notkun 1873-4 þetta hús og það var alltaf tukthús þarna neðri hæðinni en uppi voru 3 salir. Í einu var landsyfirréttur sem var nú æðsti innlendi dómstóllinn og bæjarþingstofa Reykjavíkur og þar fóru fram bæjarstjórnarfundir sko alveg til 1902. Það var ráðhúsið. Já, þetta var bara ráðhús og svo var þarna hinum megin, austamegin, svo kallaði borgarasalur og þar var alls konar samkomur og starfsemi í honum og ég nú stundum eins og setna var kannski svona iðnnó eða eitthvað. Já, kannski, já, það var til dæmis var eitthvað svona setna ekki. Já, til dæmis þarna byrjaði eiginlega innskólinn og iðnaðarmannafélagið var þetta með fundi til dæmis og það er eitt svo svolítið skemmtilegt að fyrsta hljómsveit á Íslandi það var Lúðurþeytarafélag Reykjavíkur og það hélt sína fyrstu hljómleika þarna í þessu húsi. Og fangarnir sem alltaf á næriðinni. Já, og svo voru KFM fundir þarna og alls konar fundir og oft söngur og svo fóru náttúrulega allir kjörfundir, það voru náttúrulega ennþá sko opnar kosningar, það var ekki leynilega kosningar. Þannig að fólk kom og sagði hvernig það ætlaði að kjósa og þetta voru mjög fjörugir og skrautlegi fundir oft og heilmikið drykkjuskapur og þetta barst náttúrulega allt niður til fangana. En var þetta vegna þess að það voru bara engin almennileg hús í Reykjavík eða þótti þetta að einhverju leyti væri eðlilegt að sitja 2 hæðir ofan á Hólmsheiði og hafa þar fundi? Það var náttúrulega ekkert ráðhús eða neitt líkt sko
En það var nú þetta hlaut gagnrýni, þetta þótti svo langt fyrir utan bæinn. Egni grósið. Það var náttúrulega eiginlega engin bið komin hann í Skólavörðuholtinu, sko. Og það var, til dæmis blaðið Þjóðólfur reifst og skammaðist út af þessu, hvers konar heila væri að setja þetta svona fyrir utan bæinn. Af því þetta var bara þinghús Reykjavíkur eiginlega. Þannig að þetta er mjög merkileg saga sem þetta hús á, sko. Ekki bara sem tukthús heldur, margt annað sem að þetta. Þegar ég var að labba hérna, þá var ég að hugsa, sko, að þín hugmynd Reykjavík er svolítið önnur heldur en mín eða flestra. Þannig að þú ert búin að tróða ansi miklu í hausinn á þér svona hvernig byggðin þróast og hvernig mannlífið breytist. Já. Þegar ég sko var að alast upp hérna í Reykjavík, þá var sko þetta mjög þétt borg. Hún var eiginlega öll innan hringbrautar. Og gríðarlega mikið mannlíf á götunum og verslanir og öðru hverju horni og hérna og þá var nú sko svona einkabíla eign ekki orðin mjög almenn. Pappi og mamma átti til dæmis aldrei bíl og hérna þannig að og það voru mjög góðar strætisvagna. Maður fór á strætó niður í bæ, sko, hann var á 10 mínútna fresti, Njálsgata Gunnarsbraut. Bara stoppa hann rétt fyrir utan það sem ég ólst upp. Þannig að þetta var svona bara alvöru borgarlíf, sko, með öllum sínum borgarís og göttu líf og allt þess áttar. En svo svona upp úr 1960, þá fyrir náttúrulega einkabíla eigna aukast mjög mikið. Og þá smá saman verður þetta svona útkverfaborg. Það fara að myndast auknumæli útkverfi og verslanir það komi verslunarmiðstöður í útkverfunum og margar af þessum verslunum og heildsölum sem voru í miðbænum fara inn á Suðurlandsbraut og Ármúla og Síðumúla og Skeifuna og mér að segja sko gamla Reykjavíkurhöfn sem var náttúrulega alveg miðpunktur borgarinnar að það kemur Sundahöfn sem að verður smá saman aðalhöfnin. Þannig að þetta ég hef nú stundum sko hugsað þetta var bara svipuð þróun eins og í amerískum borgum. Þar dóu miðbæirnir gjarnan. Og til dæmis með 1980 þá var eiginlega bara miðbærin Reykjavík meira og minna dauður. Það voru, sko skemmtistaðirnir voru þá komnir út úr miðbænum. Til dæmis hérna eins og Hollywood og Broadway og klúbburinn og svo framvegis, sko. Þannig að eftir voru bara bankarnir. Já, svo bankarnir lögðu heilmikið undir sig miðbæinn, sko, og þeim var lokað miðjan dag, þannig að og stjórnarráðið? Já, stjórnarráðið, já. Þannig að hann var ansið döflegur miðbærinn á þessum tíma, sko. En svo kemur náttúrulega túrisminn og hann nú smá sem að verða að lifna við aftur. Já, en hann náttúrulega ekki samur og var áður. Nei, hann náttúrulega mjög breyttur, sko. Og hérna, ég hef búið þarna svolítið mikið. Já. Og þetta var eins og að búið í þorpi þegar maður labbaði út. Því að hluti af því að búa niður í bæ að vera ekki alltaf á bílnum, þannig að maður á að geta gert flest labbandi. Og þá hitti maður fólk úr þorpinu og spjallar við það. Já, mikil óskur. En eftir túristasprengjuna þá gerist þetta bara ekki. Nei, það gerist minna. Það bara búið að þynna svo út. Já. Hvað eru margir sem búa þarna og svo náttúrulega þjónustan búið að breytast þeir ekki lengur að þjóna hverfinu. Nei, ekki nema því leiti til að það náttúrulega fjöldi veitingahús og kaffihúsa sem að Íslendingar. Það getur lifað eins og túristi. Reykvíkar nota líka, sko. En engin fiskbúð Nei, það engin fiskbúð, nei. En eru nokkra fiskbúð lengur? Já, eitthvað út í útkverfunum. Já, eitthvað út í. En ég bý nú sko rétt við Hlemm í Stakkholti og það núna eftir sem að hefur þjest þarna byggðin, þá að koma meiri þjónusta, sko. Fyrir íbúa. Já, það eru bakari og hitt og þetta sem að bætast við, sko. En kannski var Reykjavík óheppinn að hafa ekki verið orðin stærri en þetta þegar einkabílinn kom. Með dattið í hug þegar ég fór til Þrándheims, af því að það er á sömu breiddargráðu.
og þeir voru svo heppnir að miðbærinn var orðinn svo stór áður en að einkabílinn kemur. Já, þessi svona ringur þarna sem eiginlega afmarkaður svolítið af einhverjum ám og eitthvað svona. Já. Að það eiginlega nógu stórt til þess að nærast á sjálfum sér einhvern veginn. Já. En Reykjavík bara var miðbærinn var eiginlega of lítill, borgarhluti Reykjavíkur. Þetta náttúrulega líka vegna þess að Reykjavík á nesi, löngu nesi. Og svo náttúrulega flugvöllurinn, hann kom í veg fyrir að miðbærinn gæti þróast í þá áttina, sko. Þannig að þetta verður smá sama, sko, raun og veru breytist miðbærinn þannig að hann fer inn eftir allir í Suðurlandsbraut og í Ármúlinn og Síðumúlinn og Skeifuna og alveg upp í Ártúnsholt. Þannig að miðbærinn verður bara gríðarlega mikið lengja sem að náttúrulega ekkert mjög skemmtilegt svona upp á mannlíf að gera, sko. Og þannig þetta náttúrulega alveg rosalega bílaborg, sko. En ég tel nú að það þurfi að bæta mjög almenni samgöngur til þess að þetta verði ekki bara eins og bílafljót út allt, sko. Já. Það verði að auka þær, sko, hvernig það nú gert, sko. Hvað sem það gert ofan jarðar eða neðjarðar eða Já, maður sér þetta, sko, eins og í Kaupmannahöfn, núna er vísu tölvöld mikið stærri en höfuðborgarsvæði. Það er búið að grafa upp, sko, það er komið metró þess og krussum borgin og það er nú enga smá framkvæmdir. Þær hafa tekið aldarfjórðung. En það er alveg gríðarlega mikill munur að hafa metró þarna, sko. Það er alveg hreint svakalega mikill munur. Herðu, þú lærið sagnfræði. Já. Og fórst svo að kenna. Já, ég kendi fyrst í gagnfræðaskóla í Reykjavík 2 ár og síðan fór ég vestur á Ísafjörð og kendi í menntaskólanum á Ísafirði í rúm 3 ár. Og já, þetta var 5 ára tímabil sem ég kendi. Já. En út af þessu að vera með svona sögu Reykjavíkur í höfðinu. Já. Gaman að fá sagnfræðing og hann sem hefur lifað í sögunni. Af því að sömuleyti finnst manni og oft fyrir nefnt að við lifum svona einhver leyti frekar svona sögulausa tíma. Það svona tilir kannski svona síðustu 33-4 áratugum svona tilfinningum að það sé alltaf árið 0. Að við þurfum ekki að horfa til sögunar, þurfum ekki að læra af henni af því að við erum á svo við horfum svo mikið til framtíðar. Já. Þetta er svolítið þannig. Já, og það hefur náttúrulega Já, svo líka hefur bara sögukennsla held ég dregist mjög saman í skólum, sko. Þannig að, en þetta er nú svo sem ekkert ný hugmynd. Þegar ég var 20 þá hitti ég athafnamann út á landi og fór eitthvað að tala söguplássi sem hann var í og þá sagði hann, ég hef engan áhuga á fortíðinni, ég hef bara áhuga á framtíðinni. En heldur þetta sé hluti af þetta nú... En hann fór illa þessi aðtalmaður. Hann þekkti ekki söguna og fór illa. Já, kannski. En heldur þetta sé einkenni okkur Íslendingum að vilja horfa svona fram. Stundum hefum við velti upp, sko, að Íslendingar hafa ekki svona hugmyndum, hvað við kalla það, svona the good old times. Eins og þú nefndir Kaupmannahöfn og Danir hafa náttúrulega sem kringur svona matador, það er svona hugmyndum svona eitthvað svona gamlan tíma. Bandarísk stjórnmál snúast náttúrulega með stóri leyti það er einn endurveki eitthvað horfna gullöld. En við höfum ekki svona, þótt þú hafði til þess að vera að lýsa Reykjavík eins og hún var kannski fyrir 1960 sem svona íðandi áhugaverðum stað, að þá erum við ekki með svona beint svona söknuð eftir þessu tíma. Nei, en það er nú náttúrulega ákveðin nostalgía samt svona hjá mörgu fólki, sko. Það finnst allt sem að nýtt er ómögulegt, sko. Því að það minnist einhverja gamalda tíma. En það er náttúrulega, þegar við vorum í svokallari sjálfstæðisbaráttu sem að byggðist nú á rómantík og þjóðernisstefnu, þá var náttúrulega þjóðveldisöldin hinn stóra fyrirmynd, einhvers þar lengst aftur í fortíðinni, sem var nú meira og minna svona byggt á einhverju glíu í augunum, sko. En þannig að en það, sko, við lifum á svo miklum byltingatími núna, maður gerir sér eiginlega ekki grein fyrir því hvers konar byltingatíma við lifum á, sko. Þannig að maður er nú bara stundum, sko,
veit eiginlega ekki hvaðan á sig stendur veðrið, sko. Það allt þetta, allar þessar nýjungar, sko, allt þetta stafræna og ég tala nú ekki gervigreindi sem nú komin og kannski hugsaði aðdalamaðurinn sem vitnaði í þegar það var stvítugur hugsaði sér svo að það var svo mikla breytingar að hann þyrfti ekki á söguna að halda af því að hvað á ég að gera við söguna því að heimurinn breytir svo rætt en nú lifum við alveg sannarlega tíma það er allir sammála að það séu að verða meiri breytingar í bara mannfélaginu og sjálfsmynd okkar og stöð okkar í samfélaginu og heimskipan og guðmaður okkar ekki er það tími þar sem að við þurfum kannski meira á söguna að halda en annars? Já, ég myndi nú álita það væri, sko, menn þó að, sko, sé nú ekki alltaf hægt að beinlínis að læra af sögunni, þá er mjög gott að hafa hann í huga, held ég, sko. Og þó að ég er ekkit, ég er ekkit afturhald þannig að ég vilji fara aftur í einhverja gamla tíma, en það er mjög gott að vita grunni sem að stendur á, því að ég held að það sé nú bara nauðsynlegt fyrir hvern mann að vita hans eigin bakgrunn, sko. Og það er meðal annars sagan. Og sko, það má eiginlega skipta, sko, sagnfræðingum í tvo hópa. Þannig annars vegar þeir sem að stunda grundvallarrannsóknir sem eru mjög nauðsynlegar. Og það er oft svona bara mjög þurrrit sem að gagnast kannski fyrst og næst öðrum sagnfræðingum. En svo eru náttúrulega aðri sagnfræðingur og ég tel mig í þeim hóp sem að vill skrifa fyrir alla alþýðu, sko. Á þess að ég náttúrulega vitna alltaf í heimildir og allt svoleiðis en ég vil skrifa fyrir almenning. Og því að ég tel nauðsynlegt að viss hluti sagnfræðinga geri það. Að skrifi svona alþýðlega rétt, sko. Og þá eru það kannski að draga upp söguna með kannski svona breiðari penslum. Já, ég hef nú fengið gagnrýni fyrir að sviðsetja stundum, sko, atburði. Það var nú sérstaklega þegar ég skrifa ævisögu Einars Benediktssonar, þá sviðsett ég heilmikið, sko. Og þetta fjall nú ekki öllum sagnfræðingum í geð, sko, en hún hins vegar var mikið lesin. Og ég býst við að þetta hefði ekki áhuga margra á efninu, sko. Þú vissir að þetta væri gagnrýnt. Af hverju tókstu ákvörðun að vera með sviðsetningar? Ég var nú eiginlega ekkit, þetta var ekkit mjög úthugsað hjá mér, sko. Kannski er þetta bara eitthvað sem er í minni náttúru, sko. Skrifa lifandi texta, sko. Og ég hef nú alltaf, sko, haft mikla tilfinningu, ég vil gjarnan, sko, fara á staðina sem ég er að lýsa og ég svona vil fá tilfinningu fyrir því umhverfi sem ég er að lýsa og þá náttúrulega reyni ég að lýsa því sem að ég upplifi sjálfur. En ég passa mér náttúrulega alltaf á því þegar ég er að sviðsetja eitthvað, sko, að þá er ég með allar tilvísanir og þá getur bara fólk borið saman þessar heimildir og það sem ég sviðsett, sko. Þú ferð ekki út fyrir það? Ég hef nú gert þetta í mjög mismunandi mæli, sko. Þetta var nú dálítið mikið þarna í Einar Ben. Svo er þetta náttúrulega ekki en ég reyna að skrifa svona lifandi texta allavega. Sem er svona við alþýðu eða almenningshæfi. Ég hef stundum velt fyrir mér að þú ert að tala grunnrannsóknir í sagnfræði að það er til mikið af því kannski. Getur verið rannsókn á póstflutningum í Norður-Múlasýslu 1870 til 1892 og hort mjög djúpt ofan í svona kannski þröngt inn í söguna. En það sem okkur vantar sem samfélagi er að geta lifað í ykkur svona stórri sögu, þú nefndir sjálfstæðisbaráttuna og hún náttúrulega byggir á því að við ákveðum að lifa inn í sameiginlega, inn í sögu að hér hafi allt verið í góðu og svo hefur við mist sjálfstæði og ef við endur sjálfstæði hafi verið allt gott aftur. Og þetta er svona saga sem er mörgum með dregin með mjög breiðum penslum. En náttúrulega alls ekki samfærandi margt, sko. Nei, og einhver leiti held ég allir sem að nota hana viti það kannski. Já. Þú veist, ég held að fólk gerir svona greinamun á. Já.
En maður tekur eins og eftir í þessi stjórnmálumræðum, og þá hef ég nefnt að stundum hérna við sakfræðinga, að þeir ættu kannski að skrifa stóru söguna, eða sem sagt, reyna að segja sögu samfélagsins með einhverjum hætti. Því að maður verður svo mikið varðið í stjórnmálumræðu að við erum með bara löngu úreltan söguskilning. Já. Það er mjög algengt í svona almennri stjórnmálaumræðu, sko, og sakfræðinga margir hafa gagnrýnt þetta harðlega, sko. Þetta bara standist ekki margt sem hefur verið að halda fram, sko. Ólafur Ragnar var gagnrýndur fyrir þetta? Já. Fyrir að vera í kringum aldamótin? Já. En þetta hefur verið bara mjög algengt, sko, meðal stjórnmálamanna úr öllum flokkum, held ég. Já. En sko, ég skrifaði nú á samt Jón Þór þarna tækjabinda sögu kaupmannafla sem höfuðborgar Íslands og þá reyndum við, sko, að horfa til Dana með sanngirni, sko, og stundum það kom mjög mikið að framförum til Íslands frá Dönum, sko, og við erum ekki að draga, þetta var ekki allt slæmt sem kom frá Dönum. Það eiginlega mótuð þeir meira að minna okkar nútíma samfélag, sko, í raun og veru í upphafi. Og reyndu ýmislegt til þess að þoka svona samfélaginu áfram. Stundum voru þið miklu frjálslyndari heldur en íslenskir embættismenn sem voru mjög harðir í horn að taka og leiðinlegir oft. Já. Þannig að þetta er svona, og við verðum náttúrulega, en þegar eitthvað er svona eitthvað barátta í gangi, sko, maður sér það nú bara í Bandaríkjunum núna, sko, hvers konar vitleysis gangur í gangi, það er bara öfga þjóðernisstefnu í raun og veru, ekkert annað. Sem að byggir svolítið á svona mjög einföldu söguskilningi. Já, einmitt. Þannig að sagan verið skita, hún er mikið afl í pólitík. Já, auðvitað er hún það, sko. Og ég tala nú ekki þegar trúarbrögð blandast inn í það. Þá er það náttúrulega, alveg svakalegt finnst mér þegar svona bókstafstrú upp úr einhverjum trúaritum er fann að ráða í pólitíkinni. Og það er glímt við söguna hérna á Íslandi. Það er til dæmis Morgunblaðið og Matti Jó og fleiri bjóð til svona hugmyndunum athafnaskáldin sem hafðu rifið Ísland upp einhvern veginn úr fátækt. Á meðan kannski sagan sýnir okkur samvinnurhreyfinguna og bæjarútgerðir og fleira sem hafðu miklu meiri áhrif á framþróun til það með sjávarútvegs. Já, mikil ósköp. Þetta er náttúrulega, þetta er ekkit einfalt allt saman. Það er náttúrulega sömur, ég held að Einar Benediktsson hafi nú, sko, til dæmis það var nú svona athafnaskáld og var að berjast fyrir virkjunum og öllu mögulegu, sko. Hann náttúrulega vakti ýmsa til umsögnar þetta, þó hann kannski er ekki mikið úr framkvæmdum hans sjálfum, sko. En það, og það voru náttúrulega líka, sko, einstaklingar sem að ruddu þessa braut, sko, það voru ekki bara samvinnufélag og bæjarstjórnir og svo framvegis. En þetta allt saman kemur heim og saman, sko, þá og það er náttúrulega, ég skrifa nú sögu Alþýðuflokksins, sko, og sem, hún heitir Úr fjötrum. Það er svona náttúrulega saga það hvernig, sko, bara venjuleg verkalýð brýst úr fjötrum fátæktar og með því að stofna verkalýðsfélag og berjast til þrautar og það er náttúrulega samvinnuhreyfingin er hluti af því líka og ungmennafélagshreyfingin og svo framvegis, sko. Er það eitt í sambandi við söguna því að þú ert svo gamall, orðinn 81? Já. Ég hef svona verið veltaði fyrir mér með sjálf á mig hvað minni mitt nær langt aftur. Já. Og það náttúrulega nær eitthvað aftur meðan ég var til. En síðan er ég með minni úr fjölskyldunni. Já. Maður gerir ekki alltaf greina minna á því hvað maður man sjálfur og hvað maður hefur verið sagt. Já, en ég man æsku móður minnar og ég man sögu móður hennar. Já, það er nefnilega það er það sem að berst tilmanns úr. Já. En svo eftir það að þá þarf ég að fara að leita svona heimildum og fleira. Þá er eins og, ég veit ekki hvort að það sé sanngjarnt að spyrja að þessu. Það er svona, að því að ef ég er að hugsa söguna, hvað hún nær langt aftur
af einhverju svona reynslu sem að færist til manns með móðumjólkinni og með því að til einhverjum hópi og þú ert fæddur 43? 45. 45 fyrir ekki? En hvað manstu? Ég misti nú báða foreldra mína þegar ég var 19 ára. Já. Og þá var maður ekki alveg farin að spyrja þá mikið um þeirra svona bakgrunn, þó maður heyrði nú náttúrulega eitt og annað. En það alveg ótrúlega, pabbi var orðinn nær 50 þegar hann átti mig, þannig hann var fæddur á 19. öld, hann var fæddur 1897. Og pabbi var 12. barn og pabbi hans var orðinn nær 50 þegar hann átti hann. Þannig að afi minn sem ég skýrður í höfuð á, hann var fæddur 1849. Það vantar í þig kynslóðir. Já, en afi minn í föðurætt, hann nógu gamall til þess að hann hefði getað verið afi ömmu minnar í móðurætt, Þannig þetta svona svolítið. Já, afi minn fæddur 1856. Já. Það vantar svona í mig einhverja kynslóðir. Já, einmitt. Og það svona eitthvað í sambandi við líf hans. Já. Sem að ég hef alltaf svolítið tengt þetta svona í innkomu nútímans einhvern veginn. Já. Ég hef nú stundum verið að hugsa að þegar pabbi minn fæðist 1897, þá var engin vél á Íslandi. Engir vegir eiginlega og náttúrulega ekki útvarp eða sími eða neitt og náttúrulega engin bílar eða neitt þess áttar og hann flyst 17 ára eða 18 ára gamall til Reykjavík 17 ára og alltaf hann hafi ekki séð þá bíl í fyrsta sinn. Þannig að þetta alveg ótrúlega langt síðan að hann fættist með að við hvað nútíminn hann bara fæðist inn í bara fornöld nánast En þú hefur mist af svona tengingu við þann tíma vegna þess að foreldrinu féllu frá. Já, nokkur leyti ég gerði það raun og veru en pabbi hann talaði aldrei æsku sína eða hann nefndi hana bara það freka mamma sem gerði það. Hún var frá Gamla Hraun og Eyrarbakka. Hún misti nú sína foreldra úr berklum þegar hún var bara barn og unglingur. Þannig þetta alls konar bágindi í þessu En einu sinni tók pabbi mig þegar ég var kannski svona 10-11 ára tók mig tali og fræddi mig á því að langafi hans hefði verið einn af kampsránsmönnum og hann var sem sagt einn af þessum frægu kampsránsmönnum sem voru dæmdir í Bremarholms eins og kallað var og hann sagði mér þessa sögu af honum þannig að ég hafði ekki heyrt þetta áður og ég var alveg reynd gapandi undrun og þetta svona tengdi mig við þetta var 1827 það rán var og þetta ég stundu sagt þetta eini forfaðar minn sem var sildur ég komin bara sjómum og bændum fór í lekkjum það fór í lekkjum já, fór í lekkjum En svo getur verið að fólki sem að lifði mikla breytingar eins og pabbiðinn hefur gert og afiðinn að þau hafi ekki fundist það kannski eins merkilegt og við myndum vilja því að þú sérð bíl í fyrsta skipti í gær og bílinn engin hann bara sjálfsagður hlutur í dag að þetta gerir svo hratt Ég kann eina sögu af langömmu minni sem að bjó svona inn af eldhúsinu hjá ömmu og þetta var í Hafnarfirði og komin raffa eldavél og það var einhver svona gestur sem var að fylgjast með henni hellu upp á og hún sagði, Hallfríður mín, finnst þér ekki undarlegt að þú bara snýrð einu takka og getur hellt upp á kaffi? Já, það er nefnilega það. Og þá sagði hún, skárra væri það nú eða væri enga framfærir. Já, Þannig það er ekki alltaf þannig að sjá sem að lifir tíman sé alveg gapandi hissu. Það er eins og bara þegar tölvurnar komu okkar dögum, maður var ekkert gapandi yfir því, Svo náttúrulega smá saman bara þróast þetta áfram og Það sagði einhver það að nú það komið þannig að þú getur verið á netinu í flugvélum
og það var búið að vera mögulegt í 1 viku þegar fyrsti þá datta aðeins út í ókyrrð þegar fyrsti byrjaði að kvarta yfir því að það var ekkert netana. Já, einmitt. Það hefur verið mjög fljótt að venjast miklu breytingum. Já, ég mikil óskup. En það er náttúrulega rosalega hraðar breytingar og eins og ég sagði áðan þá gerir sem eiginlega tæplega grein fyrir öllum breytingum sem maður að upplifa, sko. Bara núna og kannski bara frá síðustu aldamót. Það alveg rosalega breytingar. Bara öllu okkar umhverfi raun og veru. Það allir núna með allan heiminn í brjóstvasanum. Svo ég hérna með síma minn. Það er alveg reynd ótrúlegt. Stórkostlegu gluggi. Þannig að þetta eru kannski bara einhver mestu byltingatíma sem hafa orðið bara í svona mannkynssins, sko. Á þess að maður gerir sér beinlínis grein fyrir því. Því að maður er bara alltaf maður sjálfur. Ég er bara Guðjón eins og ég hef alltaf verið. Og þú, Gunnar Smári. Kemst ekki út úr því? Nei, það er nú bara þannig, sko. Og ég vil þó maður verið gamall eins og ég er nú orðinn. Þá er ég bara sami Guðjón og ég hef alltaf verið. Raun og veru. Herðu, þú hefur skrifað sögur stóra kalla. Jón svo Hriflu og Jón Sigurðsson og Hannes Hafstein. En þú skrifar þetta sem á sama tíma er þetta svona samtíðasaga, er það ekki oftast þannig? Jó, ég tel þetta sé nú ágætis aðferð til að sérstaklega þeirra svona þekkt fólk, sko, að skrifa sögu þjóðarinnar, sko, með svona einstakling í forgrunni, sko. Og draga þá breytingar sem að verða í samfélaginu inn í söguna. Já, því að fólk hefur áhuga á því persónlega gjarnan og finnst gaman að lesa eitthvað sem er persónlegt. Og það kannski sumuleyti ágætis aðferð til þess að segja svo söguna, sko. Varstu þá að segja að þið langi freka til þess að segja eina almennu sögu heldur en eina persónulegu? Nei, ég náttúrulega hafði mikinn áhuga þessum mönnum, sko. Þegar ég var að skrifa, sko, sögur Reykjavíkur, þá náttúrulega fór ég í gegnum blöð og tímarit þarna þessu tíðanbili sem ég skrifaði. Þá náttúrulega sá ég að Jónas frá Hriflu, hvað hann var opbóðslega fyrirferða mikill, sko, og síðan blaðana og tímarita og þá bara vaknaði áhuga minna á því að það voru líka þessar ævisögur sem voru skrifað og voru gjarnan bara svona lofsöngur viðkomandi mann, sko. Mér langaði til þess að skrifa bók það sem var sagði bæði kostir og gallar við mannin. Og það var svona mitt motto. Ég hefði áhuga á þessu manni. Mér fannst þetta merkilegu maður, sko. Og stór í sniðum og sérstakur. Já. Ekki allra eins og sættir. Erfiður maður. Já, hann gat verið það, sko. Já, ég er mikil óskup og hérna og margt gott sem hann gerði en það eru líka neikvæðir hlutir sem ég reyni að lýsa líka. Og ég held, sko, að mér hafi tekist þetta nokkuð vel því að það voru bæði þeir sem voru miklir aðdáandi Jónasar og miklir bara hatusmenna sem lýstu ánægðsinu þessar bækur, þetta voru reyndar 3 bindi, sko. Þannig það voru báðir hópar sem voru ánægðir. Stundum verið að sagt úr svona blaðamennskunni að þú sett góðu blaðamar ef allir eru vondir við þig. Já. Það er eitthvað svona frasi úr blaðamennskunni. Já. Að þá sem maður gerir eitthvað rétt. Já, það er nefnilega það. Ég veit ekki alveg hvað er eftir. Þú kannski lendi því sjálfur. Ég veit ekki. Ég veit ekki hvað er eftir þessu. Nei. Herðu, en blaðamennskuna, þú varst hérna á Þjóðviljanum. Já, ég var bara Fyrst að við erum hérna á samstöðinni sem er svona, við erum að reyna að stunda blaðamennsku. Og á hvaða árum var það? Þetta er árunum 76 til 85. Þetta er eiginlega gullöld blaðaútgáfa á Íslandi. Já, það má segja það, sko. Það voru, sko, gefin út allavega fyrir hluta, það voru gefin út 6 stafblöð í Reykjavík. Já, og öll með veglega helgarútgáfu. Það var allavega kringum 1980 og kringum það. Svona bunki að lesa um helgar. Og ég held að, sko, bara stofnun dagblaðsins hafi marka ákveðin tímamót, sko, í sögu blaðamennsku á Íslandi. Hafi rakið hinn blöðin í því að stunda svona ákafari blaðamennsku. Já, af því að þeir lögðu áherslu að þeir væri frjálsir og óháðir, sko, en ekki flokksbundnir, sko, eins og flest hinn blöðin höfðu verið, sko. Og þetta er svona, já, ég held að þetta hafi verið bara ákveðin tímamót í blaðamennsku og bara, já, þetta er ákveðið þetta er bara blómatími, sko. Svo komið þarna helgablöð eins og Helgaposturinn og fleiri. Þú kannast nú við sunda því. Já.
En þjóðviljinn breytti svolítið við þetta og reyndi að marka sér svona stöðu, ég veit ekki, svona menningu í víðum skilningi. Já, ég býst nú við því að ég var nú ekkert mikið að skrifa sjálfur pólitík, sko. Þetta var náttúrulega, þjóðvilji var náttúrulega málgagn Alþýðubandalagsins. Þessi blöð voru öll málgagn einhverja flokka. En ég var nú bara mest í að skrifa eitthvað allt annað, sko. Viðtöl við alls konar fólk og frásagnir og sagfræði. Og sennilega þess vegna sem ég var ráðinn til að ritstýra Sunnudagsblaðinu sem var nú áttum svona að vera menningablað, sko. Ég gerði í 4 ár. Þannig að blöðin voru miklu breiðari heldur en bara einhver svona pólitísk skilaboð. Já. Og voru kannski ekki mikið með pólitísku skilaboði nema helst þegar að fara að líða kosningum og svo kannski í leiðurum. Leiðurarnir voru náttúrulega yfirleitt flokkspólitískir og þetta setti náttúrulega ákveðin svip á fréttamennskuna líka, sko. En maður sér nú hvernig Morgunblaðið í dag, þetta nú bara flokkspólitísk málgagn, sko, í raun og veru. Eina blaðið sem eftir Það eiginlega efast hverja frétt. Allt henni fyrir sér. Já. En á þessum tíma þá minni mig, sko, þetta nú svona kannski áður en ég kem í blaðamennskuna, að þá var á þessum blöðum stundu svona breið og svona góð blaðamennska og sömuleitt þetta líka tími að tíðarendin að breytast, Reykjavík að breytast, svona hugmyndir okkar hvernig samfélag við ætlum að byggja upp og hvað við getum haft öflugt samfélag kannski líka að breytast. Já. Það var sko eins og með Þjóðviljan, hann hafði náttúrulega, það voru eiginlega þessi gömlu kommunistar voru úr sögunni þegar ég kem þarna inn á blaðið, sko. Og það náttúrulega þarna var Árni Bergmann sem hafði nú lært í Sovétríkjunum og hann var svona náttúrulega vissi að þetta var nú ekki allt saman með feldu þarna, sko. Og Kjartan Ólafsson var í stjórnlemi sem að var líka andvígur að dáin á Sovétríkjunum. Þannig að það var svona verið að brjótast út úr þessu gamla fari sem að Þjóðviljinn hafði verið í, sko. Þessu harða kommunista fari, sko. Og ég býst við að Heimblöðin hafi líka, sko, svo náttúrulega kemur með Mattías og Styrmi á mokkanum að þá farið þeir að opna blaðið fyrir alls konar, það fær hver sem að skrifa í blaðið, sko, pistla. Þeir taka móti öllum. Og við kenna svona forustu nýrra kynslóða sem að stýrði mál og menningu í sambandi við bókútgáfu og svona var opnuð svolítið fyrir þeim meðan áður var svona lítið fjallað Ég get nefnt sem dæmi, sko, hvernig þetta var til dæmis áður að í forsetakosningunum 1952 það voru 3 frambjóðendur og það var Ásgeir Ásgeirsson og Bjarni Jónsson og Gísli Sveinsson. Og Gísli Sveinsson, hann fekk ekki einu sinni að auglýsa í mokkan. Af því að þeir studdu sér í Bjarna. Og hún var neitað auglýsingu í blaðið. Og hvað þá hann fengi eitthvað að skrifa í það, sko. Og hann sendi, sko, kvörtunarbréf til blaðamannafélagsins út af þessu, sko. Sem ég segi að því ég skrifaði hann á fjölmiðlasögu, sá ég þetta, sko. Þannig að þetta svona dæmigert hvernig þetta var og samt var hann, sko, hafði það verið þingmaður Sjálfstæðisflokksins. En svo mistu flokkarnir annarkot áhugan eða getuna og þau halda þessu blöðum úti og þau fóru svona fjöruð út á 10. áratugum. Já. Það var nú náttúrulega ýmislegt sem að þau náttúrulega nutu ákveðina fyrirgreiðslu í bönkunum og lánin sem þau fengu, sko, þau verðbólgan át þau upp. Svo kom verðtrygging sem breytti miklu og svo held ég líka að svo Moggi var náttúrulega hafði mikla svona fjárhagslega yfirburði og ég held að eitt af fyrstu verkum stjórnar Davíðs Oddssonar hafi verið að banna stofnunum að kaupa blöðin, sko. Og þetta allt saman gróf undan þessum, því þau voru náttúrulega alltaf á heljarþröðum þessi flokksblöð þarna. Þjóðviljinn alltaf blöð á tíminn.
Ég kíkti á einhverju umfjöllun stuðning ríkisins við blöðin, þar sem þau kaupa í áskrift og svo stofnanir auglistu allstaðar. Já, einmitt. Og ég var svona að reyna áallita miðað við umfjöllunum sem hafði verið þarna. Ég held að verið, man ekki hvaða blað var að fjalla þetta. En og þetta kannski svona svipað og kannski ívið minna heldur en fjölmiðlastyrkurinn í dag. Já, einmitt. Kannski var þetta ekkert... Þetta var svona óbeinn styrkur. Já, það kannski höldum við ekkert út í fjölmiðlum í Íslandi nema með einhverjum stuðningi. Nei. Ekki frekar en við höldum út í bókútgáfu eða... Já. Þetta náttúrulega, já. En svo náttúrulega bara, það náttúrulega þessi samfélagsmiðlar, þeir eru að drepa dagblöðum allan heim, sko. Þannig að þetta skiptir eiginlega ekki máli þetta með flokksblöðin, að þau hefðu kosið meir dáið út af tæknibreytingum. Já. Og mokkin væri náttúrulega löngu gufaður upp ef það væri ekki öflugir stuðningsmenn. Stuðningsmenn og búið að afskrifa þar gríðarlegar skuldir. Já. Stórkostlegar upp. Þeir haldi bara uppi af kvótakóngum. Herðu, Reykjavík, finnst þú vera að þróast vel? Já, sko, maður getur náttúrulega alltaf gagnrýnt margt, sko, sem hefur gert en ég finnst þetta nú samt, sko, vera, sko, það náttúrulega borgir breytast alltaf, sko, og og mér finnst nú, sko, ég nú til þess mjög fylgjandi þessari þéttingu en hún hafi kannski mistekið sumstar og þétt hús saman og skugga myndin og allt það, sko. Þá finnst mér alveg nauðsynlegt að þétta borgina til þess að hún verði ekki svona dreifð eins og hún hefur verið, sko. Og það líka nauðsynlegt bara upp á almenningssamgöngunar. Og það nú þessi borgarlína, ég svo sem ekkert að meta hana hvort hún skynsamlið ekki, sko. En það alveg nauðsynlegt að efla almenningssamgöngur og það náttúrulega skiptir það máli að hún sé, sko, svona þétt á vissum svæðum, sko, og það líka eykur þjónustu innan hverfan ef það eru þéttari, sko, og þannig að það kannski fólk þarf ekki eins mikið að fara út fyrir. Og ég bara, því ég bý nú þarna í stóri blokk við Stakkholt, rúmlega 10 ára gamla blokk, maður að finna það núna eftir sem byggð þannig ekst í kring, þá að aukast alls konar þjónusta sem maður auðveldar að ná í núna heldur en var kannski fyrir nokkrum árum. Og þannig að ég svona í grundvallaratriðum fylgjandi þessari þéttingu en svo getur maður, ég held að Hafnatorgi allt of þétt, sko, og stórt þarna miðunni, sko, og mikið skuggamyndun. Þannig að ég get alveg gagnrýnt eitt og annað, sko, en svona í grundvallaratriðum þá ég fylgjandi þéttingu byggðar. En ég vil náttúrulega ekki samt að þetta verði á kostnað gamalla fallegra húsa, sko, og ég vil halda þessum hverfum eins og Þingholtunum og Gala Vesturbænum bara. Sem sá hluti, ég veit ekki hvort að setja að taka mat gestan okkar, það það sem þeim finnst vera áhugavert. Já, það nú engin tilviljun að, sko, túristarnir vilja vera í miðbænum. Og all hótelin eru þar, það verið að byggja ótal hótel þar. Þau flykkist ekki í Borgartúnið? Nei, það nú vísu stór hótel þar líka, en það nú mjög skamt. Já, en það ekki, túristarnir ekki að labba þar að Nei, þeir eru ekkert að sækjast eftir Borgartúninu, sko. En þeir eru að sækjast eftir að vera í miðbænum. Og það náttúrulega sýnir að hann lifandi. Ég kann ekki að meta með borgarlínu, en ég held að það sé engin borg sem sér eftir því að það var byggt upp almenningssamgöngur. Nei. Ég held að það er úts ekki til. Nei. Og það náttúrulega verið að takmarka bílaumferð bara í öllum borgum í Evrópu, alveg hvort sem í Norður-Evrópu eða Suður-Evrópu. Það eru bara miðbætir eru meira og minna göngugötur í mjög mörgum borgum, sko. Komum miklu lengra en hér. Já, miklu lengra, sko, en það eru náttúrulega líka kannski góðar almenningssamgöngur sem að fylgja, sko, sem eru náttúrulega alveg nauðsynlegar. Þannig að
ég vil nú að Reykjavík þróast í þessa átt líka sko. En, og ég til dæmis ekki, ég vil að fá flugvöllin í burtu til þess að auka svona þéttleikan sko í þessum gamla kjarna sko. Og þannig að það nú mín skoðun sko, en það ekki þar með sagt að ég get ekki gagnrýnt eitt og annað. Og það getur maður náttúrulega alltaf. Það er náttúrulega aldrei allt sem maður sáttur við sem gert Og maður á kannski að þakka fyrir það sé ekki allt sem að gerist í heiminu sé eftir mínu höfði. Nei. Það er náttúrulega gerð alls konar mistök og það er náttúrulega alveg þekkt alls staðar. Herðu, Guðjón heiðursborgari, gaman að fá þig, heiður að fá þig hingað. Já, þakka þér fyrir. Og aftur til hamingju með þennan mikla heiður. Takk fyrir. Takk. Já, herðu, framundan eitthvað allt annað efni, smá auglýsingar og svo heldum við áfram að reyna að skilja heiminn og okkur sjálf. Augnablik. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.